Sigrún Pálína Ingvarsdóttir skorar á Þjóðkirkjuna að setja saman sannleiksnefnd til að komast til botns í máli Ólafs Skúlasonar, en Sigrún segir Karl Sigurbjörnsson biskup og Hjálmar Jónsson sóknarprest hafa reynt að sannfæra hann að láta af ásökunum sínum og hendur Ólafi árið 1996. Andri Ólafsson segir frá þessu. Sigríður Guðmundsdóttir, sóknarprestur í Grafarholtsprestakalli, setti í dag fram þá hugmynd að sett verði saman óháð sannleiksnefnd til að rannsaka ásakanir þöggun íslensku þjóðkirkjunnar vegna meints kynferðisofbeldis Ólafs Skúlasonar. Sigríður bendir á að Karl Sigurbjörnsson biskup sé ekki sannfærandi þegar hann tjáði sig málið, enda hefur hann og Hjálmar Jónsson dómkirkjuprestur sætt ásökunum að þeir hafi reynt að þagga niður í Sigrúnu Pálínu Ingvarsdóttur sem segist hafa orðið fyrir ofbeldi að hálfu Ólafs. Eftir að þeir hefðu talað við Ólaf og gátt ekki ráði við hann, að þá fóru þeir að reyna að fá mig til þess að skrifa yfirlýsingu þar sem ég drægi málið tilbaka. Sigrún skrifaði yfirlýsingu með hjálp Karls og Hjálmars til að reyna að sætta málið. Hún segir að Karl Sigurbjörnsson, sem þá var prestur í Hallgrímskirkju, hafi svo breytt yfirlýsingunni svo mikið að henni blöskraði. Því þá skildi ég allt í hennu að þessir menn voru ekki að aðstofa mig, allavega ekki á þessum tímapunkti. Og þeirra síðust orð voru þau að Hjálmar sagði við mig getur ekki hætt þessu út af börnunum og Karl sagði hvað með móðin að hún svo sjúk. Fannst sér að Karl og sér að Hjálmar bæru hag kirkjunar fremur fyrir brjósti heldur en þinn hag? Já, eða hag Ólafs. Ég get ekki ímyndað með að sé hagur kirkjunar að hilma yfir manni sem bæði barnaníðingur og nauðgari. Þeirra aðkoma á málinu var að þagga niður í mér. Hún segir að eina leiðin til að ljúka málinu með sannfærandi hætti sé að kalla saman sannleiksnefnd líkt og Sigríður Guðmundsdóttir stakk upp á í morgun. Það finnst mér það eina rétta að gera. Og ég vil taka það fram að það eru fullt af fórnarlömbum. Ólaf Skúlasonar sem ekki enn eru búin að koma fram og sitja og kveljast. Og þær þurfa að fá möguleikan á að tala og möguleikan á því að þurfi ekki að verða hræddur að vera lagður í einelti eins og ég var.